og svo það annað hérna að það ferjuleiðir fyrir skeiðsprettina og keppendur leggja báða sprettina á langleiðinni nær hesthúsinu, fjær áhorfendastúkunni. Núna cirka hálf mínúta þar til við köllum fyrsta keppandi í braut, þannig ég vil biðja ykkur að rýma salinn áður heldur en ég kalla fyrsta keppanda og það væri líka mjög gott ef áhorfendur gæti haldið kyrri fyrir í stúkunni á meðan hestur í braut á langleiðinni nær áhorfendum. Reyna að halda kyrri fyrir í stúkunni á meðan, þannig að það sé ekki hafa truflandi áhrif á hestana. En nú klukkan orðin 6, þannig að við förum að kalla í braut og fyrstur á að koma Sindri Sigurðsson og Greipur frá Haukadal 2 og þeir keppa fyrir lið Hergill Exporthestar og tilbúin á að vera Ísólfur Ólafsson og Snót frá Aðalbóli 1. Þannig að Sindri, þú mátt bara ríða í braut og hefði þína sýningu þegar þú tilbúin, gjörðu svo vel. Komið sæl og blessuð, Sigrún Ólafsdóttir heilsar hérna úr Reiðhöllin í Borgarnesi. Hér eins og Þulur sagða hefjast mót í 5 gangi í Vesturlandsdeild og það hér úrvala lið skráð til leiks, bæði hestar og hérna menn. Og eins og áður sagði þá hann Sindri Sigurðsson og hann Greipur frá Haukadal mættir í brautina. Nú, Greipur undan kvisti frá Skagaströnd og ég var aðeins að kíkja hérna á keppnisreynslu og þeir hann Greipur hefur allavega keppt töluvert og þá aðeins í yngri flokkum líka. Þannig að þeir eru kannski svona að stíga sín fyrstu skref eitthvað saman. Nú það eru 25 skráðir til leiks hér í þessari keppni og dreifast jafnt og þetta á liðin sem að hér eru að tefla fram liðum, liðakeppni og einstaklingskeppni orðið býsna spennandi hér eins og í öðrum deildum og það eru mörg stig í pottinum í kvöld þannig að það eru örugglega allir að vanda sig og leggja sig fram. Nú Sindri, hann keppir fyrir Hergill Exporthestar. Hefur gert það síðustu ár, komið hérna og keppti með því liði hér í Vesturlandsdeild síðustu ár. Með alveg ágætis árangri.
og að því að síðast þegar keppnin fór fram hér að þá gátu menn nú lítið hitað upp úti af því að það var leiðanda veður, en núna erum við svolítið, eða allavega heppnari, þá sé nú kannski ekki neitt úrvala færi, en ef þetta hefur verið í gær þá hefur kannski verið verið málum, allavega hérna svona á stóru Vesturlandinu, það var víða ansislant veður, þannig að við erum ljónheppin að vera komin á þetta kvöld og fyrir 50. storminn, þannig að þetta verður frábært kvöld hérna hjá okkur sem að hefjast keppni 5 gangi. Og við þökkum þeim Sindra og Greip fyrir sína sýningu. Næstur í braut á að vera Ísólfur Ólafsson og Snót frá Aðalbóli 1 og keppa þau fyrir Hestaland og tilbúin að vera Anna Sofía Halin og Rösk frá Runnum. Og það eru konar tölur fyrir Sindra og Greip, það á 5,80, 6,20, 6,20, 5,80 og 5,90 sem gera 5,97. Og þarna mætir Ísólfur og þú mátt bara ríða í braut og hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Gjörðu svo vel. Og Sindri og Greipur, þeir hlutu í meðalengun 5,97 og þá er að mættur í brautina Ísólfur Ólafsson, hann með Snót frá Aðalbóli 1 sem að hrissa undan Glúmi frá Dallandi og Spyrnu frá Holtsmúla og þau þá nú eitthvað að bralla saman en hún Snót, hún undan hrissu sem allavega ég man mjög vel eftir sem að heitir Spyrna frá Holtsmúla og Þórarinn Eymundsson keppti mikið á, ég man eftir hann sérstaklega á landsmóti og í nokkur önnur skipti, þau áttu allavega farsælan feril saman. Það var Orradóttir eftir því sem ég best mann. En þau eru allavega mætt hérna galvösk, Ísólfur Ólafsson og hún Snót. Nú Ísólfur, hann keppir eins og áður fyrir Hestaland, búin að gera það hérna síðust árin. Nú til þess að renna svona aðeins yfir bara lauflétt fyrir ykkur sem heima sittur ekki hérna í stúkunni að þá hérna eru dómarar í kvöld. Það nú að renna yfir þá. Dómarar í kvöld eru Sigurður Ævarsson, Hrefna María Ómarsdóttir, Kristín H. Sveinbjarnardóttir, Svavar Magnússon og Ketill Valdimar Björnsson. Þetta eru þau sem að kveða upp stóra dóminn hér í kvöld.
og eins og hinn þulurinn fór yfir hér áðan að þá eru þeir að taka sem sagt skeiðsprettina á langliðin hérna fjær áhorfundum. Þannig að þetta er svona ferjuleið hjá þeim núna fyrir undirbúning fyrir sprettin. Og við þökkum þeim Þorgeri og Snót fyrir sína sýningu. Næsti braut á að vera Hanna Sofía Halen og Rösk frá Runnu og það keppa fyrir Avendis viðburðarþjónusta og tilbúin á að vera Haukur Bjarnason og Losti frá Skáney. Það vantar einhvernig frá dómara 4. Við viljum biðja áhorfendur að halda kyrru fyrir á meðan að hestur er í braut. Og það eru konar tölu fyrir Ísól og Snót. Það er 5,10, 5,0, 4,10, 5,80 og 5,60 sem gerir 5,23. Og þarna er Hanna Sofía mætt í braut. Þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Gjörðu svo vel. Já, ég var nú aðeins að leiðrétta þulinn það sem hann sagði hér áðan, en þetta var sannarlega Ísólfur Ólafsson. Það var engin vafa á því. Ísólfur Ólafsson og Snót frá Aðalbóli. Og þau luku keppni og hlutu í meðlengun 5,23. En þá koni brautin hún Hanna Sofía Halen. Hún er með Rösk frá Runnum og Rösk er undan Andra frá Vatnsleysu. Og þær stöllur eru búin að vera að keppa aðeins saman, þannig að þær eru svona, já, byrja sinn feril saman. Og hún Hanna Sofía að hún er að keppa fyrir Avends viðburðarþjónustu. Þetta er sannlega búið að breyta nafn, liðið sér hétt Flott Fax hefur hérna breytt nafn en hún er að keppa fyrir sama liðu og síðast þó að hafi aðeins verið farið í nafnabreytingu.
Og við þökkum Hönnu Soffíu og Rösk fyrir sína sýningu. Næstur í braut að vera Haukur Bjarnason og Losti frá Skáney og keppa þau fyrir lið Skáney og tilbúin á að vera Inga Dís Víkingsdóttir og Greifi frá Suðursholti. Og það eru konar tölur, það er 5,20, 5,50, 5,40, 5,60 og 4,30 sem gera 5,37. Og þarna er Haukur mættur, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Hanna Soffía og Rösk frá Runnum, þar hluti meðalengu 5,37 og núna eru þeir kapparnir frá Skáney mættir í braut Haukur Bjarnason og Losti frá Skáney. Nú, Losti er stóðhestur með ljómandi góðan dóm undan Ský frá Skálakoti og List frá Skáney, sem kannski margir mun eftir. Losti, hann flaggar meðal annars afskaplega flottir í byggingarengun og svo sem sóma hestur að gæðum líka aldeilis með fullt af 8-5 og allt mögulegt en ég var að rýna svona aðeins í byggingatölunar hjá honum og þar státa hann af 8-5 fyrir höfuð og háls og herðar og bóar. Síðan er hann með röð af 9 og það er bak og lend, samræma og fótagerð, aldeilis eftirsóknarverðar tölur þar. Réttleiki 7-5, hóvar 8-5 og prúðleiki 9-5. Vel herður, betur herður en Haukur kannski. En það er nú annar mál. En allavega skuflasegingun upp á 8,72 er nú bara býsna gott. Og gaman að rýna svona í hestana þess þegar maður fyrir að skoða. Það er allavega fyrir hestadellu fólkið þá er gaman að pæli því. Og ég trausti þess að ef það er einhverjum svona smá vangaveltur þá vona ég okkur að það nýtist vel, að það sé ekki eingöngu þannig að þegar maður situr í sófanum að þá hugsa maður bara og horfir og nýtur, vill ekki vera að fletta einhverju upp, þannig að svona ónauðsynlegar upplýsingar eru góðar með svona þegar maður getur haft tök á því að kíkja á það. Nú Haukur, hann náttúrulega búinn að keppa hér held ég öll árin í deildinu og flestum mótum alveg frá upphafi og svo keppir hann fyrir liði Skáneyjar. Og við þökkum þeim Hauki og Losta fyrir sína sýningu. Næsti braut á að vera Inga Dís Víkingsdóttir og Greifi frá Suðursholt og keppa þau fyrir lið Kitka Suðursholt Hestakofi og tilbúin á að vera Herdís Lilja Björnsdóttir og Garún frá Kambi. Og ég ætla bara að minna á það að eftir 12. hest verður gert 10 mínútna hlé. Og það eru konar tölur fyrir Hauk og Losta, það er 5,20, 5,50, 5,60, 5,20 og 5,20 sem gerir 5,30.
Og þarna Inga mætt. Þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, þeir hafa lokið keppni Haukur og Losti með 5,30 meðlengun og hún Inga Dís Víkingsdóttir og hann Greifi frá Sauðársolti mætt. Greifir Álfssonur og undan Blæi frá Signaskarði, hrísur sem að þau í Sauðársolti hafa notað lengi ræktun. Og Losti, nei, ekki Losti, hann Greifi frá Sauðársolti, hann hefur keppt töluvert og hann afskaplega eftirminnilegur hjá hann í Ingu Dís á fjórðungsmótinu í sumar. Átti hér alveg frábæran sprett út á braut. Og svona, já, það allavega það eftirminnilegasta sem ég hef séð til hans, þó hann hefði oft á tíðum staðið sér ljómandi vel. En hann ræktaður af Einari Ólafssyni í Sauðársolti, en núna í eigu hennar Ingu Dísar, enda greinilega framtíðarkeppnishesturinn hennar. Örugglega á mörgum stöðum veðmál í gangi núna hver verður nú stjarna vorsins og þeir sem eru svona forfallinir að þeir eru farnir að fletta gömlum stóðhestabókum eða liggja á voldfeng öll kvöld eða bara taka spjall við vini og vandamenn og velta vöngum yfir þessu. Það allavega alveg ljóst að það eru mikla velja núna fyrir þá sem að ætla að halda einhverjum merum, þetta bara hvað þeir vilja, þetta eins og velja bara úr nammi bóksinu. Þetta eru svo óskaplega mikið af góðum og frambærilegum hestum og svo bara hvað þú vilt leggja áherslu á. Það er að gera að tala vor og sól og sumar og skemmtileg mót eða hrossarækt þegar hérna bara gengur á með allskyns lægðum og skemmtileghetum. Við vorum búin að fagna góðum vetri svo mikið að það hlaut að koma eitthvað. En við megum ekki kvarta. Þetta er vetur á Íslandi og við höfum bara að njóta. Og eins og áður sagði, það hægt að fara þá að glugga í einhverjar hestaupplýsingar og finna eitthvað út af því sér til dagrastýttingar. Og við þökkum þeim Ingu Dís og Greifa fyrir sína sýningu. Næsti braut á að vera Herdís Lilja Björnsdóttir og Garún frá Kambi og tilbúin að vera Þórdís Fjölsti og Grímur frá Ölfastöðum 4. Og Herdís Lilja og Garún keppa fyrir lið Mýrdalur. Og það vantar tölu frá 5. dómara. Og það komið, það 5,10, 5,10, 5,0, 5,10 og 5,50 sem gera 5,50. Og þarna Herdís mætt, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já,
Þau luku hér keppnaðan Inga Dís og Angrefi frá Suðursholti og hlutu fyrir sína sýningu í meðalengun 5,10. Alltaf gaman að sjá þau, en ég held að bara höllin hafi verið alltaf lítil. Með þau sprettin í sumar þá veitir hún ekkert af víðáttunni hérna bara með fram hverfinu. En í brautinni kom Herdís Lilja Björnsdóttir og Garún frá Kambi. Garún, hún undan Sólon frá Skáni og ég sé að Herdís Lilja og hún hafa verið að reyna sér saman og Sigurður Matthíasson hefur sýnt hana í Kynbótadómi, en þær greinilega að máta sér saman upp á framtíðina. Og eins og áður sagði þá, já, hún undan Sólu frá Skáni og Nótt frá Kambi og eigandinn Herdís Lilja sjálf. Þannig að þetta væntanlega framtíðar keppnisrósið hennar. Nokkur Nótt undan Gára frá Auðsholtsjálugu og Glóu frá Reykjarhóli. Og þær stöllur, þær eru að keppa fyrir lið Mýrdals. Lið Mýrdals hefur verið hér allavega í 2 ef ekki 3 ár, annaðhvort að keppa eitt sér eða með öðru. Og hún sannarlega að keppa fyrir lið Mýrdals núna. Og við þökkum þeim Herdísi og Garún fyrir sína sýningu. Næsti braut ára Þórdís Fjellsteð og Grímur frá Ölfastöðum 4 og keppa þau fyrir lið Berg. Og tilbúin á að vera Harpa Dögg Bergmann, Heiðarsdóttir og Náttfari frá Enni. Og ég ætla að minna á það að eftir 12. hest verður gert 10 mínútna hlé. Og það konar tölur, það 4,20, 5,0, 4,70, 4,90 og 5,10 sem gerir 4,87. Og þannig kemur Þórdís, þú mátt bara ríða í braut og hefði þinni sýningu þegar þú tilbúin, gjörðu svo vel. Og Herdís Lilja og Garún frá Kambi, þar hlutu í meðalengun 4,87. Þannig mætti hún Þórdís Fjellsteð og Grímur frá Ölfaldsstöðum 4. Nú Grímur, hann undan hann Sægrími frá Bergi, sem hefur nú einnig tekið þátt hérna í Vesturlandsdeild. Ræktaður af þeim hjónum á Bergi, Önnudur og Jóni Bjarna. Nú, hann nú ekki með mikla keppnisreynslu en þau hafa eitthvað verið að fikra sig áfram og auk þess að vera verið sýndur í Kynbótadómi. Nú,
Þórdís og Grímur, að þau keppa fyrir lið Bergs. Þannig að tengingarnar eru við það. Ég hef nú ekki séð mikið til Gríms en Sægrímur, pabbi hans, er mjög eftirminnilegur oft og ég man nú sérstaklega eftir honum og Jakobi Sigurðssoni. Og svo sem margir aðrir knapar komið fram á honum en hann var svona sérstaklega eftirminnilegur allavega í mínum huga þá og feiknarlegur geðingur og einn af þeim systkinum hríslubörnum frá Naustum sem hafa aldeilis gert góða hluti. Og við þökkum þeim Þórdísi og Grím fyrir sína sýningu. Næst í braut, það var Harpa Dögg Bergmann, Heiðarsdóttir og Náttfari frá Enni og keppa þau fyrir lið Hestaland fyrirgefiði. Keppa fyrir lið Hestaland og tilbúin á að vera Reynir Aðalsteinsson og Skuggi frá Skipaskaga. Og ég minni á það að það verður gert 10 mínútna hlé eftir 12. hest í braut eða 12. par. Og það eru konar tölur, það er 5,20, 5,30, 5,10, 4,60 og 5,60 sem gera 5,20. Og þarna er Harpa mætt, þú mátt bara ríða í braut og hefði þinni sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Þórdís Fjallsteð og Grímur frá Ölvaldstöðum. Þau hlutu 5,20 eins og áður segir og í brautinni er komin Harpa Dögg Bergmann og hann Náttfari frá Enni og þau eru nú búin að keppa hér á ansi mörgum mótum í Vesturlandsdeild. Hún byrjaði mjög snemma, unga árum þegar hún fór að taka þátt í keppni, allskyns keppnum og þar á meðal Vesturlandsdeild. Nú Harpa Dögg, hún keppir fyrir Hestaland og er hér mætt með geðinginn sinn. Nú, hann er Náttfari frá Enni, hann er undan hring frá Gunnarsstöðum og Bliku frá Enni og hann er ræktaður af Haraldi og Indísi í Enni en eigandinn er Heiðar Þór Bjarnason núna.
og ég hef nú ekki séð alveg nákvæmlega. Ég hef ekki séð mikið til þeirra, en þetta logandi par sem búin að taka þátt, búin að keppa svolítið saman og taka þátt í kynbótasýningu og klárlega framtíðarhestur hjá henni. Ég held ég rétt með hún Harpa Dögg á Hólum núna og hefur verið að keppa á hestum á líf og sál mjög lengi. Ég held að fyrst ég sá hana þá náði hún ekki niður fyrir löfin, sko. Þannig að þetta dellusport eins og við segjum á fallegan máta. Gaman að því hvað þetta hérna. Bara sport fyrir alla, unga sem aldna. Þá sem að bara vilja ríða til fjalla eða út á götu, en eða keppa. Allt rúmast þetta vel og vandlega þarna inni í hestamennskunni hjá okkur. Og við þökkum þeim Hörpu Dögg og Náttvara fyrir sína sýningu. Næstur í braut ára Reynir Aðalsteinsson og Skuggi frá Skipaskaga og keppa þau fyrir lið Skáney. Og tilbúin á að vera Siguroddur Pétursson og Tygg frá Hrauni. Og minna á það að það verður gert 10 mínútna hlé eftir 12. hest. Og þarna Reynir mættur, þú mátt bara hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel. Já, Harpa Dögg og Náttvara frá Enni hlutu 4,83 í meðalengun, hann var lokið sinni keppni. Og í brautinu kom Reynir Aðalsteinsson og Skuggi frá Skipaskaga. Og Skuggi frá Skipaskaga, hann undan Trimbli frá Stórási og Össu frá Akranesi og rektaður af Sigurveigu Stefánsdóttur og Jóni Árnasyni á Skipaskaga. Og eigandi þessa hest Skipaskagi. Ég sýnist þetta sé bara algjör frumsýning á þessum hesti, svona fljótt á litið, því ég gref nú ekki djúpt en svona það sem ég get séð og munað. Og þá sýnist mér að hann hafi ekkert verið að koma fram. Þannig að þeir mæta hér galvaskir félagarnir. Eiga það sameiginlegt, báður tveir að vera að rekta þeir allavega Sigurveigu Stefánsdóttur, móður Hannas og rektandi hins. Þannig að það hún á töluvert í þeim.
Ég held að ég fari rétt með það. Þetta sé fyrsta árið sem maður reynir keppir í Vesturlandsdeild, en það er nýfluttur til landsins. Þannig að það er einstaklega gaman að fá nýja og ferska gnapa hérna til okkur á Vesturlandið. Og talandi spennandi hross sem að spretta upp alls staðar núna þessar vikurnar og örugglega fram að landsmót og fram með það og reyndar alltaf, þá hef ég nú Og það eru konar tölu fyrir Hörpu Dögg og Náttfara. Það er 4,8 og gult spjald 5,10, 5,10, 4,30 og 4,60 sem gera 4,83. Svo ég held áfram að sem frá var horfið, þá er ég alveg samfærð að það er eitthvað spennandi í pókahotnunni hjá þeim skipaskaðahjónum eins og ávallt. Það eru spennandi að fylgjast með kynbátasýningum í vor.